Já, Kjartan, 4-4 jafntefli hérna á N1-völlum í kvöld. Svona, hvernig er tilfinningin eftir þennan leik? Hún er bara fín, bara skemmtilegur leikur og við vorum ánægðir, góðir sóknarlega í fyrri hálfleik. Svona balansinn kannski ekki alveg nógu góður og hleyptum aðeins upp í svona mikið fram og tilbaka transition fótbolta sem Valur er mjög góður í. Og þeir skoruðu 3 mörk en bara skemmtilegur leikur. Ég held að jafnteflið hafi bara verið sakið niðurstaða á endanum. Svona fáið á okkur 4 mörk í dag, svona kannski ekki vanir að fá á okkur mikið af mörkum. Og svona hefur það eitthvað með að gera að þið eru kannski ekki að spila upp á mikið eða? Sko, ef ég var alveg heiðarlegur að ef þetta hefði verið leikur Evrópusætið eitthvað, það hefði örugglega ekki verið 8 mörk skorið hérna í kvöld en eins og ég sagði á hann, við hleyptum þessu aðeins upp í svona opinleik fram og tilbaka og þá eru Valsarar með frábært lið fljótir að refsa og þeir gerðu það. En ég sátti mig bara karakterinn að hætti ekki og koma tilbaka og klára leikinn almennilega. Björn Daníel Sverrisson og Faka sem hafa verið fastamenn í liðinu allt tímabilið byrja ekki í dag. Svona hefur verið að ryðja brautina fyrir þessa umtölu ungu leikmenn? Nei, ég meina Amad var í landsliðsverkefni og ég held að ég get ekki eins og rakið að hversu langt það ferðalag var. Það tekið hann einhverja 70 klukkutíma að komast tilbaka. Þannig að hann er bara hefur búið að fara í 2 landsliðsverkefni og alltaf verið svona hálfþreyttur, þannig að það var nú bara það sem við vorum að hugsa og svo var Bjarni frábær í dag, kom inn í liðið fyrir Björn. Spilaði náttúrulega vingingsleikinn síðasta og mér finnst Bjarni og margir aðrir mjög flottir í kvöld, þannig að það er ekkert, við erum ekkert að byrja því núna sko. Mikið verið svona rætt og ritað þjálfarstöðu FH og fleira. Svona, hefðir þú áhuga á að taka við FH sem aðalþjálfari? Hefði ég áhuga á því? Já, ég meina ef mér byðist það, myndi ég að sjálfsögðu hugsa almennilega og skoða, en mér skilst það að ég búið að ráða, þannig að það er bara komið ljós hver það verður. Veistu hver það er? Nei, ég hef ekki hugmynd. Björn Daníel leikmaður FH hefur verið svona orðað við einhverja þjálfararstöðu hjá Sindra í 3. deild. Heldur að Björn Daníel geti verið góð þjálfari? Já, Björn Daníel er frábær þjálfari og hann er sko, ef ég get talað fyrir sjálfum mig, er hann einn af þeim betri leikmennum sem ég hef spilað með. Ég náði honum í 1 ár og svo nú búinn að þjálfa hann í 2 ár og hann er algjör gersemi, þannig að hvað sem hann tekur sér fyrir hendur innan fótboltans þá á hann eftir að gera vel, en ég veit ekkert hvað hann er að fara að gera. Við bara tökum síðasta leikinn og mótið Fram heima og svo bara fyrir við málinu að loka á honum. Takk fyrir. Takk.